En það hefð fyrir því við borgaralega fermingu að fá utanaðkomandi til að ávarpa fermingabörnin og við hins síðan njótu góðs af í leiðinni. Í dag ræðumanneskjan okkar Aldís Ama Hamilton, en hún leikkona sem hefur leikið í þáttum og kvikmyndum og sviði og í tölvuleik. Hún mikill dýravinur, K-pop-aðdáandi og hefur brennandi áhuga á öllu sem útskýrir af hverju fólk hegðar sér eins og það gerir. Og þegar hún ekki að hlusta á kóreist pop og klappa hundum, hún að basla við eldamennsku, að púsla eða að endurraða hnífaparaskúffunni af miklu metnaði. Allt hlutir sem hún fekk gríðarlega mikinn áhuga á í COVID. Ég gaf mér það bersaleyfi fyrir þessa athöfn og googlaði hana og komst að því að hún hefur líka einhvern tíma reynt að fá inngöngu í kóreiska American Idol. Gera aðri betur. En ef ekki að gefa henni gott klapp, gjör svo vel, Aldís. Það kennir manni að allt sem fer á netið, það alltaf á netinu. Takk fyrir þessa frábæru kynningu. Góðan daginn, kæra fermingarfólk og aðstandendur fermingarfólks, vinir og vandamenn. Takk fyrir þessi fallegu atriði, þetta fallega gítarsóló hérna áðan. Það eru 15 ár síðan ég sat í ykkar sætum að fermast borgarlega og það rosalega gaman að horfa yfir þennan hóp, þennan glæsilega hóp sem nú svolítið flottar í tauginu vil ég meina en ég var hérna árum áður. Ég var í svona appelsínugulum mínikjól í hvítum leðurstígvlum með langri háum hælum og ég bara kalla ykkur góð að hafa komist hérna niður þennan rampa án þess að falla á smettið því það var það sem ég var skjálfandi á beinunum yfir að gera sjálf. Þannig að til hamingju bara með það mikill árangur í sjálfu sér. Mér grunaði ekki þá að ég myndi vera hérna megin við sviðið og feta í fótspor Felix Bergssonar sem var með ræðu þegar ég fermdist. Ég man ekkert mikið eftir þeirri ræðu ef ég á að vera alveg hreinskilin, en ég veit að frægi var sáð af því að hann sagði okkur sögu af manninum með tjakkinn. Kannast einhverju hana? Nei? Ok. Ég ætla ekki að segja ykkur frá henni. Hins vegar ætla ég að segja ykkur hvernig hún endar. Hún endar á því að það maður sem öskrar á gamlan bónda og segir að eiga þennan bölvaða tjakk. Þetta svona leksía það að við eigum ekki að dæma fólk fyrirfram. Allavega, ég hef oft talað þessa sögu þannig að eitthvað síðast hún inn í mína undirmeðvitund. Aðeins mig, þá ég leikkona, ég fyrrum flugfreyja, ég hundamamma, þannig að það alltaf nóg að gera og ég svona frekar kössótt típa og stolt af því. Ég elska að fylla inn í dagatal og ég nota mismunandi lita á pennum þegar ég gera það. Það svart fyrir vinnu, rautt fyrir vin og vandamenn og þetta svona ákveðin öryggishegðun vil ég meina sem heldur kvíðunum í ró. Þannig að ég mæli með að hafa svona góð öryggishegðun eins og þetta. Mín vika byrjar alltaf á mánudögum og þetta mikilvægt að því ég komst nýlega að því að það til fólk sem byrjar vikuna sína á sunnudögum og því fólki ber ekki að treysta. Helgin bara nógu stutt þó við förum ekki að byrja mikilvæga hluti á sunnudögum í þokkabót. Og lífið líka bara nógu erfitt. Og ég minnist á það að lífið stundum svolítið erfitt. Af því að þrátt fyrir þessi dagur náttúrulega frábær í alla staði, þá ekkert auðvelt að vera á ykkar aldri, á þessum þroskunar og mótandi árum. Þannig að mig langar að segja ykkur frá smá lífshakki sem ég uppgötvaði nýlega. Og ég lít á þetta hakk sem leiðarvísi að hamingjusamara og einfaldara lífi. Það var nú verið að tala ábyrgð og ákvörðun og ég held að þetta geti nýst ykkur svolítið vel í framtíðinni. Ég að reyna að láta þetta hljóma ekki ógeðslega væmið. Ég held að það sé ekki að ganga af því að þetta lífshakk snýr að trú. Trú, einmitt. Þetta snýr að trúnni á ykkur sjálf. Að þið getið trúa því að þið eru nóg, nákvæmlega eins og þið eruð hérna í dag og þið hafið allt sem þið þurfið innra með ykkur. Mér langar að tala við ykkur gildi.
Og það versta við orðið gildi bara hvað það ógeðslega leiðilegt, hljómar ógeðslega illa, gildi. En ég ætla að segja það mjög oft í framhaldinu, að því að gildi skiptir öllu máli. Ef við erum með gildin okkur á hreinu, þá verður lífið svo mikið einfaldara. Og ég sé þessi gildi fyrir mér sem bara svona áttavita, þannig að þegar við lendum í aðstæðum þar sem að svarið kannski ekki alveg augljóst fyrir okkur, þá getum við ráðfært okkur við okkur sjálf og þar af leiðandi sparað okkur mikinn tíma og oft mikla sorg. Ég náttúrulega aðeins eldri en þið, eins og þið kannski eruð vörfið, en ég lærði þetta eiginlega bara í gær, sem hálfvandræðalegt. Ég hef verið að spyrja fólk í kringum mig hvort að það sé með sín gildi á hreinu og það kemur mér á óvart að svo ekki. Fullorðnir vita ekkert endilega alveg heldur hvað þeim finnst málin eða hvað rétt eða rangt. Þess vegna langar mér svona mikið að hvetja ykkur til þess að líta svolítið inn á við á næstunni og skoða hvað skiptir ykkur mestu máli í lífinu. Ég með ákveðin gildi sem ég skrifaði niður á blað í upphafi þessa árs. Ég til dæmis mikil dýramanneskja og mér finnst mikilvægt að hlúa þeim sem eru raddlausir. Ég reyni að berjast fyrir mannréttindum og ég trúi því að við eigum öll að leggja okkar af mörkum fyrir komandi kynslóð eins og ykkur. Og þetta eru kannski þeir hlutir sem ég myndi skilgreina mig raunverulega sem. Ástæðan fyrir ég að tala gildi við ykkur að fylgja ekki sínum eigin gildum getur valdið svolítið mikilli óhamingju. Og hér ég með dæmisögu frá því þegar ég var á ykkar aldri og ég Hagaskóla. Að það var alltaf ákveðin hópur í bekknum mínum að stríða öðrum hópi. Og þetta kallast náttúrulega bara einelti í dag og gerða það svo sem þá, við bara vildum kannski ekki horfast augu við það. Og eins og ég myndist á áðan, þá eru mannréttindi mér mjög mikilvæg en ég gerði aldrei neitt. Ég satt hjá og horfði á þetta. Af því ég var hrædd að mér yrði líka strítt. Ég var hrædd að ég myndi ekki tilheyra hópunum sem þótti flottur, að ég yrði út undan. En ef ég gæti farið aftur í tímann, þá myndi ég taka þetta allt tilbaka og ég myndi breyta því sem ég gerði. Þetta skarast á við mín gildi í dag og þetta skarast á við mín gildi þá og þetta olli mér mjög mikillega vanlíðan á þessum tíma. Ég veit að ég ekkert að finna hjólið hérna, það búið að segja ykkur allt saman, þetta svona eins og að segja, já, vertu góð manneskja og komdu fram við aðra eins og þú vilt að aðri komi fram við þig. En það bara ekki alveg að sama að gera það sem mann sagt að gera og að finna það innra með sjálfum sér að það rétt að gera það sem við gerum. Þess vegna vil ég hvetja ykkur, brautryðjendur og kyndilberar framtíðarinnar, þið unga fólk sem munu móta gildi heils samfélags bara til að virkilega koma með pressuna á okkur, að hafa ykkar persónuleg gildi á hreinu. Gildi breytast og þau eiga að breytast og við eigum að endurskoða þau reglulega, en það mjög mikilvægt að við höfum þau samt. Þannig gefið ykkur örfáar COVID-mínútur núna á næstunni, setjist niður með blað og penna og skrifið gildin ykkar. Ræðið við foreldra og vini eða trúnaðarmenn eða einhvern sem getur hjálpað ykkur að finna út í því hvað skiptir ykkur mestu máli. Og ég veit að þetta hljómar ekkert mjög skemmtilega, ég meina það tók mig 29 ára að gera þetta sjálf, en þetta rosamlega nytsamlegt. Þegar þessi gildi eru komnir á blað þá verður þau raunveruleg og þá auðveldara að grípa í því þegar við erum í einhverjum vafa. Ég hef oft áhyggjur af þeirri framtíð sem ég og mitt fólk hefur mótað og að skilja eftir við ykkur. Ég meina samfélagsmiðlar eru saman tíma besta og versta gjöf sem við gátum gefið ykkur. Þess vegna vona ég að þetta litla fræ muni hjálpa ykkur að finna þann veg sem leiðir ykkur í rétta átt, í áttina að hamingju og allir þeirri gleði sem lífið getur boðið upp á. Af því þið eigið það allt skilið, frá upphafi, í dag og alla daga. Ég vil taka fram það eru ótal fræ sem ég langar að skilja eftir handa ykkur, ég langar að segja fullt meira, ég langar að koma öllum mínum gildum yfir á ykkur og það sem fullorðnir eru alltaf að reyna að gera. En svona kannski ykkur til innblásturs, þá hvet ég ykkur til þess að vera hugrökk og beita ekki aðra óréttlæti, vera umburðarlynd, vera forvitin, sýna náttúrunni virðingu, njóta náttúrunnar, það eldgos í gangi, það geðveikt. Verið góð við dýr, verið góð við hvort annað, ekki henda mat, borðið meira grænmeti, borðið ávexti og ýmislegt fleira. Þetta allt svona tillögur. Hver sem ykkar gildi eru og verða, þá vona ég að fermingardagurinn í dag verði fullur af gleði, góðum minningum og öllu því sem ykkur finnst mikilvægast í lífinu.
Ég vil þakka ykkur fyrir að bjóða mér að deila þessum hluta dagsins með okkur, það er mikill heiður. Og ég vil óska ykkur til hamingju með að vera bráðum borgarlega fermt. Takk fyrir mig.